Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Kveiki á þessu. Hér er... Hér er stödd, þetta er svo í skýrslutöku hjá lögreglunni. Já. Já, hér er stödd Halldóra Geirharðsdóttir, klukkan er 14:51 og við hefjum upptöku. Og Steinunn Ólína hérna. Já, en við erum ekki með dauðan, tekur eftir því núna. Dauðapúðinn, hann er á einhverjum ástæðum, er ekki hérna. Var einhver tiltekt hérna heima þér? Nei, sýnist þér það? Það er svo mikið drasl heima hjá mér, sko. Nei, ég er alveg sammála þér, það er svolítið drasl hjá þér. Og ég sé katta samt á gólfinu, það er ekki alltaf. Það er því að þú ert búin að vera lasin. Sko, ég fekk viðbjóðsflensu satans. Já. Ég hélt ég alveg að vera að deyja, en við eigum nú góða vini. Börnin mín heyrstu nú lítið um mig, en vinir mínir gerðu enn betur við mig. Og ég fekk til dæmis 2 blómvendi og ég reis ekki upp úr rúminu fyrir að sko herbergið var orðið eins og ég lægi á líknardeild. Það var svo, Það var svo mikið af blómum. Já. Þá hugsaði ég, nú getur ekki verið veik lengur. Og þá fór ég af stað einum degi á snemma og eiginlega sko hrundi svo aftur í rúmið í gærkvöldi. En svo vaknaði ég í morgun og fór í laugina. Já, ok. Og þú veist, fór í hérna því að vinkona okkar, hún Sísa, hjúkrunarfræðingur, hún kom hérna aðeins í heimsókn í gær og hún sagði, þú átt að bara fara og svitna þetta út í góðum hita. Þannig að það var dálítið það sem ég gerði þetta. Þetta er ekki alveg dauðinn. Nei, ég myndi að segja að þetta væri upprisan. Þessi púði Já, ég meina, það er náttúrulega laufblöðum og grænt og það næst kemur vor. Þú þekkir þetta Nú blóm er sem vetur, næst kemur vor. Já, þú ert í grænu, þú ert í vorlitunum. Já. Ég er ennþá svona dálítið sko í svörtu að því að ég er ekki alveg búin að finna mig eftir þessa flensu. Nei, þú ert að safna það saman og svarti liturinn hann dregur í sig allt sem En er í ég get kringum sagt sig. þeim sem er að hlusta að ég lít víst rosalega vel út og þegar Heyrðu. Dóra kom hérna inn á hann þá hélt hún ég hefði farið í Botox. Ég er veit ekki að djóka. Nei, ég Við horfði á heyrt þig aðeins og ég hugsaði, fór hún í Botox? Og þá fannst mér eins og ég var svona örlítið eins og, ekki afbrýðis, sem heldur svona, hefur hún farið á bak við mig? Já. Veit ég ekki að hún ætlaði að fara, akkur sagði mér ekki að hún ætlaði í Botox? Nei, En þú fórst ekki í Botox? ég fór ekki í Botox, ég er bara með svona rosalega varaþurrk. Af því ég er búin að snýta mér svo ofboðslega og þú veist bara svona dehydrated. Og það er dálítið eins og ég hafi, já, ég er með svona... Og svo léttistu líka, af því þú gast ekkert borðað í Nei, ég marga gat daga. ekkert borðað. Það er náttúrulega, sko, það af er því náttúrulega alltaf öfundsvert, skilur. Veistu það er náttúrulega svo gaman að gangast við því að maður er náttúrulega með, þú veist, svo brjálæðislega átröskun. Að þegar ég veiktist svona herfilega þarna fyrir viku síðan, ég var svona veik, það var svona fyrsta hugsunin sem kom, nú ég ætla að grennast. Af því ég er svo lystarlaus. Já. Það er svo leiðilegt að vera með svona geðsjúkdóma. Það er svo merkilegt hvað þetta fer ekki. Nei. Þú veist, þrátt fyrir alla sjálfsvinnuna, þá bara fer þetta ekki. Þetta fer bara þegar ég er nákvæmlega eins og ég vil vera. Skilurðu? Þegar mér hefur tekist að borða minna og hérna, vera akkurat eins og ég vil vera. Já, en sko, nú... En ef ég verð aðeins og grönn, þá verð ég alltaf gúgú gaga. Þá fer ég algjör, Fer í maníu? Já, fer í maníu, svona þráhyggju maníu. Yfir hverju? Yfir því... Útlitinu? Já. Þá er ég bara miklu meir í speglinum og ég Ertu þá hugsa miklu ánægð meira með föt, rosalega ánægð með mig Já. og ætla ekki að missa það og ég upplifi þetta eins og til svona gluggi sem standi mjög stutt í lífi mínu og ég verð að grípa hann. Þú veist, en hvað er þetta? Já, hvernig byrjaði þetta? Nei, ég meina, hvernig byrjaði þetta? Nei, ég meina, var mamma þín að gera einhverja athugasemdir við útlit þitt þegar þú varst stelpa? Ekki svo í munni. Eða hvort þú verið feit eða mjó eða? Nei. Þú veist, ég bara skil ekki hvers konar geðveiki þetta er og ég náttúrulega, þú veist, ég greip þessa geðveiki þarna þegar ég varð veikum daginn og ég hugsaði, Steinunn, hvað er að þér? Það er ekkert gott að veikjast og það er ekkert gott fyrir því að vera léttast of mikið og hérna, í fyrsta lagi náttúrulega er ég bara í kjörþyngd og það er ekkert að því og ég er ekkert mikið að spá í viktina lengur, ég bara er ekkert að því. En hugsun, sko, tryggurinn er þarna strax svona, nú er veikin okkar það er að grennast. Ég meina, who the fuck cares?
En ég hugsa að ég skoða stundum myndir, þú veist, frá í gamla daga og fólk sem að ég man að mér fannst feitt, ég horfa á það og finnst það ekki feitt. Þannig að það var einhver annar mælir líka. Ég bara spái ekkert í það. Þegar þú varst lítil? Nei, ég spáði ekkert í það hvort fólk var feitt eða ekki. Þegar þú varst lítil? Þegar ég var lítil, sko. Ég nefnilega spáði í það. Já. Þannig að einhvers það komið inn og ég hef ekki hugmynd hvað. Pabbi var reyndar, hann var rosa ánægður með að vera sperrtur. Já, það er náttúrulega, sko, karlmennirnir í þinni fjölskyldunum allt svona sperrileggir, sko. Já, þeir eru sperrileggir. Já, svona íþróttamenn, hávaxnir, rosa svona vöðvagaurar og þú veist, þetta er svona, þetta er alveg svona... Helgi. Já, Helgi, ég meina Steini líka og Kammi líka. Ég meina þau, þú veist, þetta er allt saman glæsilegir menn, bræður þínir, skilurðu? Það er satt. Þeir eru sómt sér vel í hvaða fimleikafélagi kalla sem hefði verið. Já. Og ég meina, ég man alveg eftir því að pabbi þeim var mjög glæsilegu maður, allir bræður. Hann var held ég með einhvers konar rexíu. Hann var mjög upptekinn af held ég útlitinu. Já. Og svo var hann samt með svona fíknihegðun í sambandi við, þú veist, það var alltaf til að koma svona tímabil, alltaf til Prins Pólo. Svo skaraði hann niður í svona litla bita, þú veist, tók mörg og skari og þannig að hann væri ekki eins og hann væri gráður að borða heilt. Þetta var svona margir litli biti. Svo var Antoni Berg tímabilið. Það var alltaf til Antoni Berg í skápnum. Á hverju kallar hann Anthony? Hann heitir Anton Berg. Nú heitir það ekki, heitir það Anton Berg. Viltu frekar segja þetta på ennsku? Anthony Berg. Anthony Berg og svo segi ég sjúklaði sem að þið voru alltaf að reyna að ná út úr. Hann heitir Anton og hann er Dani og hann er Anton Berg. Heitir það Anton Berg? Anton Berg, ekki Anthony Berg. Ok. Er það leikari sem heitir Anthony Hopkins? Er það ekki? Jú, hann heitir ekki Anthony Hopkins. Nei, Anthony Hopkins heitir alls ekki Anthony Berg. Hann heitir Anthony Hopkins og hann misti heimilið sitt í bruna í Los Angeles. Nei! Jú. Og ertu búin að sjá eitthvað viðtalið við hann? Ég nennti ekki að lesa það, en ég sá að hann var einn af náttúrulega bara ótal mörgum sem að mistu húsin sín þarna út í Los Angeles og ég á nú eitt afkvæmi sem er búin að vera þarna núna í eldunum og það er víst bara ógæðislega mengun og hræðilegt ástand þarna. Já. Og mikið sem að við höfum það gott hérna upp á Íslandi. En þú veist það alltaf, Dóra, þegar við höfum það gott, þá er einhver annar að hafa það skítt. Er það lögmál? Það er lögmál. Og þegar við höfum það skítt, þá er einhver annar að hafa það gott. En það er alltaf einhver sem að, ég meina, það er ekkert okkur samt, það er bara að það hefur alltaf einhver það skítt og það hefur alltaf einhver það gott. Já, það er... En það er ekki af því að einhver hafa það gott sem annar hefur það skítt. Nei, en mér finnst bara gaman að hugsa það þannig, vegna þess að... Þegar þér líður illa þá bara, það líður þá allavega einhverjum vel núna. Nei, þá segi ég bara, ok, þetta er bara álag sem ég er í núna og ég er í því til þess að búa til balans í heiminum, þannig að einhver annar geti haft það gott í bili. Svo kemur sá tími að mér fær að líða vel og ég fæ að hafa það gott, en þá ætlum ég líka að muna að þakka fyrir það. Vegna þess að á þeim tímapunkti líða einhverjir aðrir fyrir það. En þess að ég held þetta sé alltaf, balansin er alltaf bara, þú veist, þetta er alltaf... En í jógafræðinum, þannig að Raja og Tamas-orkan, sem er svona eins og pendúll, þú veist, þú hefur viljan til að gera vel og allt er frábært og geggjað og svo slæst pendúllinn tilbaka og myrkrið stækkar og stækkar og stækkar. Þú veist, Raja og Tamas. Já. En svo gaman og sitt farin að tala sanskrít bara eins og þessi tungumál sem hann vænti hann tala. Nákvæmlega. En þar fyrir ofan er sattvíska orkan sem er rauninni þú nærð að aftengja því þessum tilfinningasveiflum og þú sér þær og þú lifir í jafnvægi. Já. Það er það sem er stefnum þangað stefnum að komast. Já, fyrir mér er þetta þannig, ég er hvorki jógi og ég tala lítið í sanskrít. Lítið í sanskrít. Já, ég er að stefna því markmiði að geta haldið á gleðinu og sorginu á sama tíma. Haldið á því og líka geta farið bara, því ég fór á hugleiðslunámskeið helgina og það var eitt af því sem við vorum að gera, eitt sem var gert á hugleiðslunámskeið. Mjög náinn vinur minn sagði, óðbáslega hún Dóra dugleg, hún er alltaf að gera eitthvað. Ég sagði já og mér leið strax eins og ég verið iðjuleysing og að því að ég var líka búin að vera veik. Já, þú varst náttúrulega ekki að gera neitt. Heyrðu, en það sem ég lærði nýtt á þessu hugleiðslunámskeið meðal annars. Hvar varstu? Í Oxford, England. Í Oxfordskýri? Já. Oxfordshire. Og þar var ég með, við vorum með 30-40 manns, eitthvað svona, en það sem ég lærði er að hugleiða
að finna ljósið í enninu, í þriðja auganu, þar sálin, sálin. Ég hef alltaf hugleitt út frá hjartanu nefnilega. Það sem mér fundist ég sjálf að sálin veri í hjartanu. Þetta var alveg, þetta sprengdi heimsmynd mína, að ég segi bara, já, býttu. Þannig að nú ég að æfa mig að vera að hugleiða út frá enninu og ég ætla að gera þetta núna. Ég ætla að taka mig svolítið tíma í þetta. Það var ekkert að vera lengi. Ok, viltu taka mig í örstutt að leita hugleiðslu og þeir sem hlusta geta gert það með okkur? Já, ég get gert það en... Bara örstutt, þetta er bara kynningar. Ok, þú ert ekki að loka augunum í þessari hugleiðslu, heldur að þú sérð eins og í enninu, þriðja auganu, ofan við nefið, milli augnanna þarna uppi. Þar sérðu, gerir þér svona eins og augun falli svona aftur í heilan á þér og þú finnur það er svona eins og ljósgeisli þarna á milli á bakvið ennið inn í þér. Þar sálin og það getur tekið svolítið tíma að finna þetta og í þessari hugleiðslu sem þau eru að kenna þarna þá maður með opin augun. Ekki lokuð augun. Þetta nýtt fyrir mér. Og svo reynir að finna... Ég segi nú bara, ég hugleiði oft með opin augun, ok, fine. Og svo en þetta getur gert það sem stendur röð í búðin eða hvar sem þú ert, þú veist, þegar þú ert búin að þjálfa þetta. Og þetta býr náttúrulega til aðeins öðruvísi meðvitund heldur en þegar þú hugleiðir og ert með miðjuna í hjartastöðinni. Og ég hugsa eins og því ég lék í Kona fyrir stríð, þá lék ég tvíburasystur, þá lét ég aðra vera með fókusin upp í enninu en hina í hjartanu. Þannig bjó ég til ólíka orku, ég gerði það bara svona, mjög einfalt. Og fólk hélt að fatta ekki að ég hélt þetta væri tvær leikunar. Nú ég algjörlega undrandi vegna þess að sálin í mér, hún hvorki í hjartanu eða í enninu. Hvar hún? Hún hérna rétt fyrir ofan höfuð. Já. Vegna þess að ég skil orku líkamann þannig að orkan okkar sé í kringum líkamann og líkaminn inn í orkunni. Og sálin sé hérna aðeins fyrir ofan höfuð, þannig sé ég það fyrir mér. Af því að sko þegar ég fæ hugboð þá koma þau að ofan. Ég fæ stundum reyndar svona tilfinningu í þindina svona eins og svona sting í þindina en þá eða í líkamann en það finnast mér vera frekar einhvers konar triggerar. En þegar ég fæ svona hugboð, þú ert að hringja í þennan eða þú ert að gera þetta eða hún að fara að koma í heimsókn. Skilurðu og ég get mjög oft treyst mínum hugboðum. Þá koma þau hérna. Ok, en þá ertu ekki í að setja þig inn í hugleiðslu, en þú gæti gert það svona. Jú, en ég hugleiði á ljósið hérna. En þau gera þetta ekki svona. Nei, ok, þau eru með segja að sálin sé í þriðja auganu þarna á bakvið og þau setja og þetta ekki leiddar hugleiðslur af því að þú berð alveg ábyrgð á þessu öllu sjálfur, þú veist. En mér finnst það bara áhugavert, þetta spennandi. Já, og og ég segi bara vá, þetta bara ný heimsmynd fyrir mig. Og svo var ég svona að læra og ég ekki alveg búin að forma þetta þannig að kannski get ég ekki alveg sagt frá þessu en það eitthvað með að ef ég næ að vera þarna þá upplifa ég geti með því að gera þetta þessa helgi og við vöknum sko 4 á nóttin og hugleitum á nóttin og svona þá eins og ég komist í betra samband við viskuna sem er ekki líkamlega þekking heldur ljósið, sálin það sem ég kom með inn í lífið til þess að leiða, ljósið sem ég elti, sem ég. Og svo var ég eitthvað að spyrja út í líkamann og fleiri og eitthvað svona. Þá hann að segja, oft það sem líkaminn vill gera, það bara viljinn minn. Það það sem ég vil gera og það allt í lagi að gera það sem maður stundum vill gera. En ef ég fer á þennan stað, þá heyri ég meira í viskunni minni. Þetta áhugavert fyrir mig og ég ætla að rannsaka þetta svolítið. Annars vegar viljan minn hér á jörðinni í þessum líkama og mig langar í þetta og mig langar hitt, mig langar að skíða, en kannski viskan mín, hún er að vill að ég gera þetta einhvern veginn aðeins öðruvísi.
Þjónustufulltrúi sem ég hef á ævi minni hitt í banka var í Íslandsbanka. Já. Hún hét Þuríður og ég var sem sagt í Íslandsbanka þegar ég var mjög ung og hún bara tók mig í gegn. Hún bara var svona eins og fjármála móðir mín. Já. Það gerði þjónustar. Og ég lék þjónustufulltrúa fyrir Íslandsbanka fyrir rúmlega 20 árum síðan í auglýsingum og hún hét Jóhanna. Ég sagði, ég vil hún heiti Jóhanna, eins og Jóhanna af Örk. Þú veist, einhver sem bara er í fararbroddi og hjálpar þér að sjá ljósið í kringu þig. En ennþá svona persónuleg þjónusta í Íslandsbanka? Það alltaf, ég meina, náttúrulega allt komið á netið, þú veist, bara eins og heimurinn en það einstaklingsþjónusta. Þú nærðu þetta í gegnum, þú veist, hvað heitir þetta, síma, verin og allt svoleiðis. Og svo eitthvað svo fín ára yfir Íslandsbanka, allt þetta maraþon og svona. Ég náttúrulega tók þátt í því, ég var líka svona maraþonmæður. Annars ég lærði að konan sem var þarna mjög sterkur svona jóki inn í þessu öllu. Hvaða svona fyrirbæri var þetta? Kannski hétta Ramukar Rabis, ég bara man ekki hvað heitir. Ég var þarna heila helgi. Er þetta sanskrít? Örugglega. Okay. Þú veist, ég veit það ekki. Af því að ég skrifaði aldrei niður, ég sá aldrei stafina fyrir fram að því ég setti það aldrei á blað, ég bara fattaði það núna. Og voru þið alltaf að hugleiða hérna í einn gullna punkt hérna? Jeps. Eða ljósið, já. Í ljósið? Já. Sko, ég veit ekkert hvar sálinn mér ég bara mjög gott að hugleiða hingað upp, sko. Já. Og svona hugleiða svona einhvern veginn í gegnum líkamann, skilur svona. En þessi staður hérna sem þú bendir á enninu, þú veist, ef þú heldur fingrunum fyrir ofan eyrun og bendir inn, og ef þú heldur fingrunum fyrir aftan höfuð og fyrir framan og bendir inn, og svo fyrir ofan og inn, þá ertu alltaf komin inn í, þú veist, hérna, hvað heitir þetta, litla köngulinn sem hérna inn í höfðinu, sem heitir... Litli heili eða eitthvað? Nei, hérna, sem eru öllum svona trúalegu líkniskum, þú veist, eins og köngull, þetta hérna, ekki heila dingull. Nei, það heitir kannski Bubbi Baba. Já, ég veit ekki hvað það heitir, en ég man það ekki núna, en ef þú myndir segja það, þá myndi ég vita. Nei, en það náttúrulega staðurinn í heilanum, þar sem að einmitt lífsorkan okkar býr, sko. Og lýsir út hér, gegnum ennið og aftur og upp úr og niður og gegnum okkur öll alveg, gegnum líkamann og líka hérna í gegn, sko. Svona eins og þverskurðarpunktur inn í höfðuna okkur. Hérna, mér finnst þetta mjög áhugavert. Ég hef nefnilega gert æfingar með að þjálfa vöðvann sem að halda þessu saman. Að draga þessa 1, 2, 3, 4, 5, 6 punta saman. Búið til svona eins og, þú veist, eins og ég sé að draga orkuna saman í þennan stað inn í höfðinu frá 3 mismunandi áttum. Og það býr til svona eins og pulsating, og þá finnst mér að stundum maður geta pumpað út úr sér hugmyndum. Já. Nú er ég að segja frá mjög persónulegri reynslu. Já, og ég hef engan áhuga á henni. Sérðu hvað ég var alveg bara... Þú var svo þreytt og þú varst svo óáhugavert að... Ég var alveg bara... Já, ok, gerur hún það? Nei, sko, mér finnst alltaf eins og ég sé að segja frá... Það er rosalega merkilegt. En varst þetta að spyrja út á námskeiðinu sem ég var á? Vildi endilega vita námskeið sem ég var á, en svo ertu bara búin að segja mér hvað þú er, hvernig þú Nei, ég bara veltaði fyrir mér, þetta kannski alltaf svolítið sami hluturinn sem að maður... Auðvitað, og þetta bara leiðin, en það sem að ég... Og að því þú hugleitir svo oft á dag, að hverju komstu? Engu. Engin nema bara að ég ætla að vera meira með mér og það er það sem að bara að því meira sem að ég fer til mín þar er hérna ég get sagt heima eða þá fer ég bara að streyma út frá mér því sem að ég kom hingað til að vera. Ég þarf ekki að vera að gefa gjafirnar svona mikið út úr mér. Mér finnst þetta að vera svona mjög persónlegt það sem mér langar. Ég er náttúrulega búin að gefa svo mikið eins og í leikhúsinu, skólanum, bara, þú veist, mér finnst ég bara búin að vera alltaf út. Það er bara komið að þeim tímapunkt í lífinu þar sem og ég er búin að vita það í 2-3 ár, að ég þarf að fara meira til mín og inn til mín og mér fannst ég fá svona aðferð þarna helgina sem að ég bara get notað til þess að fara inn og vera þar
og ekki að fara strax í þjónustu út, heldur treysta því að þegar ég fer inn, ég aldrei gjöfulli en þegar ég fer inn. Nei, einmitt. Það það sem að ég kannski lærði. Þegar maður heim í sér, þá er maður líka alltaf með rétt við svörin, þá bregst maður rétt við, þá er maður ekki í einhverju viðbragði út úr einhverju hugsunarleysi. Já, þannig að það var svona stóra, svo voru einhverju þættir í sjálfri þér sem þú rakst á sem þú voru erfiðir? Já, sko, svo heyrði ég í líkamannum, þess að það sem er áhugavert með þetta, líkaminn segir eitt, en svo er sálin er viskan og við Íslendingar erum kannski hrædd við að þora að tala viskuna eða eitthvað svoleiðis. Blessuvert, þú ert ekki verið hrædd við að segja nokkuð skapaðan hlut. Þú ert íslensk stórstjórn og segir bara sem þið sýnist. Já, ég veit það alveg, en en þetta var samt það sem við vorum að velta fyrir okkur bara í samfélaginu. Þetta, þú veist, er maður hrokafullur, er maður þykist vita eitthvað, eða ekki þykist vita eitthvað heldur að hlusta á þetta aðra sem kemur í gegnum manni eða svoleiðis. En á einni æfingunni sem við gerðum, þá sagði líkaminn allan tíman, hann vildi bara að það kæmi fram, að hann langar aldrei að vinna framar. Hann kastaði þeirri spurningu upp, eða svona kastaði því bara, hvað ef ég fæ mér aldrei aftur vinnu? Núna langar mig að fá aldrei, og þetta átta ég mig á að þetta er líkaminn minn sem er rosalega þreyttur, sem er bara, hann langar ekki að ráða sig í vinnu. Hann vill bara fá að vera í helvítis friði bara. En svo því ég fór upp í þarna þriðja augað og talaði við sálina og var að segja, hver er ég, var að spyrja hana, þá var hún rosalega létt. Og líkaminn var fyrir svolítið vonbrigði með hana, af því að líkaminn langaði að sálin í mér væri svona svolítið dramatísk, en hún var svona, sálin gerði svona, ég spurði hana kannski, hver er ég? Og sálin sagði, ég er drottning. Og ég bara, þú veist, ég er leiðtogi. Og svo sagði hún, ég er mamma þín. Þú veist, hún var bara eins og hún var að fíflast. Og svo sagði ég, kannski er sálin, hún gaf mér aldrei sama svarið. Hún var alltaf eitthvað rugl í mér. Og þá sagði ég, sálin mín er að reyna að segja mér að þetta er ekki svona alvarlegt. Og líkaminn minn langar að hafa hlutina dramatíska því þar eru tilfinningarnar og þar eru svona djúp sæfið og baráttan og allt þetta. Og drama. Já, og dramað og allt þetta sem er sem bara, ég þarf að komast í skíðafríið, ég þarf að gera þetta, það sem ég þarf núna. Nú verður hann að fara að búa til Já, eitthvað svona, já. En sálin, hún var bara ótrúlega létt, björt og var bara að djóka í mér. Og hún var alveg hvít og það kom svona karakterar inn í hana og hún olli með vonbrigðum og það var svo skemmtilegt. Hún olli líkamannum vonbrigðum, það var svona sem kom mér á óvart í þessu. Já, að sálin væri ekki svona með líkamannum í þessu. Já, væri ekki svona dramatísk. Þú ert send til jarðarinnar til, hún bara, þú drottning, eða eitthvað, þú veist, hún var bara að fíflast í mér. Sko, að því ég talaði svo mikið í upphafi þáttarins, ég er smá 5 mínútur að tala. Já, þú fær leyfi aftur núna. Já, þú kom afkomið leyfi. Má ég svona segja hvað kemur til mín þegar þú ert að segja mér þetta? Já, segðu mér. Sko, mér finnst sálin þín vera að segja þér og þegar hún segir drottning, leiðtogi, mamma þín, allt þetta, hún er ekki að stríða þér. Hún er að minna þig á að þú ert allt sem þið dettur í hug. Já. Hún er allt sem þér dettur í hug að vera. Langar þig að vera leiðtogi, Dóra? Vertu þá leiðtogi. Af því að þú ræður því. Langar þig að vera eins og mamma þín? Einhverju leyti ekki. Nei, ég er mamma mín. Já, nei, en ég er að segja, skilurðu, já, þú ert auðvitað líka mamma þín. Ertu drottning? Já. Suma daga hagar þér eins og drottning og þú veist, og færð þannig líka respekt frá umhverfinu. Þetta eru allt hlutverk, en sálin er nefnilega nákvæmlega ekkert hlutverk. Nei, sálin er bara allt. Já, hún er bara ljós og og leiðtogi, þá sá ég fyrir mig bara eins og þá meintum það ekki sem hlutverki leiðtogi, heldur leiðtogið, eiginlega leiðtogið. Það sem togar mig áfram, eða það sem að leiðir mig. Og togar. What sparks joy. Það sem veldur þér gleði. Já. En sko, ef að við erum allt, ef að við erum bara birtingamynd, þú veist, lífsins, hver og ein manneskja og allt sem lifir á jörðinni,
þá er það alveg rétt hjá sálinni, hún bara að segja, þú ert allt, Dóra, þú getur verið allt, það er bara aðeinslegt. Og hún neitaði að fara með mér inn í dramað. Það var það sem hún tók ekki þátt í dramatíska leiknum sem ég er búin að vera að spila í skrokknum og tilfinningunum. En skrokkurinn er þreyttur, en sálin er ekkert þreytt. Já. Hún er ekkert þreytt. Já, sko, ég finnast því að grenja þegar við byrjum að tala þú sér þreytt í skrokknum. Af því að sko, ég náttúrulega læstist þarna í bakinu, eina ferðina enn þarna 28. desember og ég er eiginlega búin að vera að drepast í bakinu í heilan mánuð. Og þú veist, ég er að verða 56 ára. Verði alltaf ári yngri en þú. Ég vil að það komi fram í þessum þætti að ég verði alltaf ári yngri en Halldóra. Hún er að verða 57. Ég er bara að verða 56. Og af því að ég hef orðið fyrir svolítið hnjaski á skrokknum og líka bara tekið aðra á 3., 4., 5. og 7. vaktina og svona bara eins og þetta samfélag okkar gerir ráð fyrir að við konur gerum og við gerum. Þá er bara svona, nú er komin sá tímapunktur að ég verð, og það er ekkert spurningur hvort ég ætla eða ekki, ég þarf að gera eitthvað drastískt svo að ég bara fari ekki að hrynja saman, sko. Og þetta er það er erfitt að finna eitthvað sem þú nennir að gera. Nei, það er ekkert erfitt. Þess vegna er ég búin að ákveða það, að þetta ár, 2025, og mér heyrist þú verið sögum buxun líka, og ég er búin að hitta fullt af fólki sem er dálítið að hugsa á þessum nótum, að þetta er self-care ár. Já. Þetta er ár þar sem að maður reynir að fremsta megni að hlúa sér og gæta sér svo maður hrynji ekki undan álaginu og svo maður geti verið, þú veist, bara boðlegur hundum og köttum, sko. Boðlegur sjálfum sér. Já, fyrst og fremst, sko. Og þetta fyrir alltaf inn í sjálfsástina og ég meina þú ert rosalega dugleg, þú hefur hugsað svakalega vel skrokkina og ég ætla að vona að þú haldir því áfram. Já. En ég meina, ég nenni ekki að vera vinkona þín eða þú ætlar að, þú veist, hætta að fara í verða eitthvað blob. Nei, ég ætla ekki að vera það. Þú ætlar ekki að vera það. Nei. Heyrðu, já, og annars ég ætla að segja sem ég fatta á þessum námskeiði, að því að, ég fatta, já, að því ég prófa að hugleiða þarna klukkan 4 á morgnana, svo fór ég aftur að sofa og svo hugleiði ég næst klukkan 7 og svo vorum við með svona verkefni og þú veist, vorum alltaf svona reglulega, eða bara alltaf þegar við ræddum eitthvað, við skulum aðeins tengja, hugleiðum saman og svo bara. Og svo héldum við áfram samtalinu. Þannig að maður var alltaf að tengja sig í innri heim í öllum samtölum og öllu sem við varum að tala um. Það var rosalega lærdómsríkt. Voru þetta líka umræður og svona? Já, og skipt upp í hópa og alls eins svona. Og svo áttaði ég mig á því, mér finnst ekkert mál að fara að vakna klukkan korter í 7 á morgnana til þess að sitja þessa tengingu í þriðja auga, að því ég veit þetta er æfing, þetta er bara eins og að fara líkamsrækt. Og það bara að æfa sig í því. Ok, get gert það, svo dreg ég spil með Nikko og drekk kakó, svo fyrir líkamsrækt, eitthvað svona, þú veist. Þetta er ekkert mál að bæta aðeins fram að við morgnana hjá sig. Þetta er bara geggjað, sko. Sóknarfærið mitt er kvöldrútína. Af því að við erum leikkonur, við höfum svo oft verið að vinna á kvöldin og það er svo mikið að vinnan okkar sem fer fram meðan aðrir eru í fríi eða að safna sér saman eftir daginn. Ég hef aldrei átt neina rútínu eða hugmynd hvernig kvöldin eiga að vera í lífi mínu. Á hvað vil ég hlusta? Á hvað vil ég horfa? Hvað vil ég taka með mér inn í nóttina? Hvernig vil ég ljúka deginu með fjölskyldu eða vinum? Sko, þú bara talar út úr hjartanu á mér. Ég er búin að vera að hugsa ógeðslega mikið um þetta. Og núna í þessum veikindum, sko, þú veist, ég gat ekki einu sinni horft á neitt eða neitt. Og þá bara sat ég inn í herbergi og ég er nú með þetta geggjaða útsýni og það má alveg kalla þetta hugleiðslu. En ég var að hugsa svo rosalega mikið um það hvað við veljum að setja inn í höfuðið á okkur. Þú veist, hvað nærir okkur og svo framvegis. Ég hef átt mjög erfitt með að eyra yfir nokkru sjónvarpsefni alveg í heilt ár. Ég bara er ekki alveg að bara tengja og mér finnst það einhvern veginn eins og það svona lækki tíðnin í mér. Þú veist, að fara að glápa á eitthvað sjónvarp sem einhverja spennu þætti eða eitthvað svona. Og nú skilur kannski fólk ekkert í þegar maður er að tala um tíðni, en til dæmis ef ég fer að lesa rosalega mikla fréttir, þá finn ég einhvern veginn hvernig svona, bara svona orkan mín lekur niður. Það meira niður í. Já, og hvernig ég verð svona þung og ég einhvern veginn fer meiri inn í skrokkinn og það verður meiri til einhver svona,
já, það byrjar að verða til einhverjir konfliktar og einhver svona ólga inn í mér, þú veist, það ýmislegt í heimsmálunum sem að maður getur orðið alveg snargeðveikur á því að hugsa ef maður fer inn í þetta. Og ég hef svona á undanförnum mánuðum, sko, af því ég fréttahaukur, sko. Ég hef mjög gaman að því að fylgjast með heimsfréttunum og ég meina heimurinn svo galinn núna að maður getur eiginlega ekki annað en fylgsvaldi með. En í þessum veikindum þá var ég að hugsa, ég ætla að horfa á þetta allt eins og þetta sé leikrit. Og ég ætla að horfa á allt sem að gerast eins og þetta séu leikarar og dramatísk leiksýning. Og ég ætla ekki að taka þetta svona inn á mig. Ég ætla að reyna að skilja þetta eins og við skiljum leikhús. Og fara ekki svona inn í þetta. Þú veist, fara ekki að missa svefn yfir hryllilegu ástandi í þessu landi og hinu landinu og þú veist, verða brjáluð yfir óréttlætinu sem blasir við allstaðar vegna þess að, og það ekki af áhugaleysi. Ég hef áhuga á því sem að gerast í heiminum. Ég hins vegar, ég ekki að gera sjálfri mér gott með því að þú veist, keyra mig upp í eitthvað drama út af því og fyrir nú utan það að það hefur engin áhrif nema neikvæð áhrif á sjálfan mig. Og þarna þarf ég að passa orkuna mína. Við vorum líka að tala um þetta, að hver einasta, og ég náði í kubbnum, að það svo merkilegt að mann sögðu sömu hlutirnir 100.000 sinnum, svo bara einn daginn það orðað einhvern veginn svoleiðis og maður á þeim stað að maður heyrir það. Það sem ég heyrði núna var að ef ég til dæmis með þráhyggju yfir einhverju sem ég sagði í gær eða gerði eða verkefni sem ég fara að vinna eða eitthvað sem að ég get ekkert gert í núinu, hugsunin tekur orku. Þá ég að fara svo illa með orkuna mína. Og núna þegar ég að eldast og allt sef ég, hvaða orku á ég fyrir deginn og allt þetta, þú veist, þá bara allt í raun skildi ég má ekki hugsa þær hugsanir sem að taka af mér orku. Nei. Þú veist. Og sérstaklega ekki á kvöldin. Já. Sérstaklega ekki á kvöldin og þú veist, einmitt maður á að vera í góðum félagskap á kvöldin, maður á að hlusta á fallega tónlist, maður á ekki að vera að taka inn alla neikvæðni heimsins rétt fyrir svefnin og maður á náttúrulega ekki að vera að glápa á einhverja þætti fram á rauðanótt, fyrir fram á tölvuskjó, ef maður vill passa upp á svefnin sinn og allt þetta. Og ég dálítið dugleg við að degra við sjálf mig annarkvort að fara í laugina á kvöldin og bera á mig olíu og svona bera eitthvað framan í mig og þú veist, allt svona sjálfstekur náttúrulega bara self-care. Þær vita best. Stelpurnar í snyrturudeildinni í Hagkaup. Já, mér líður alltaf pinka eins og ég sé komin erlendis því ég kem þangað því að það svo mikið úrval. Ég veit það. Þær vita allt snyrtuvörurnar. Já. Ég þarf ekki að vita neitt. Já. Ég kem bara og segi, look at me. Get ég fengið aðstoð. Og þær vita nákvæmlega hvað ég þarf. Líttu á mig, get ég fengið aðstoð. Og þá náttúrulega horfa þær á mig og þær vita, já, hún þarf mjög mikla aðstoð, en þær segja það náttúrulega ekki. Nei. En svo bara bendar mér til mig kannski á einhver krem eða einhvern maskara eða eitthvað. Og þetta svo þægilegt, þá þarf ég ekki að hugsa þetta, þarf ekki að vera að spá í hvað þetta eða neitt, af því þær vita best. Og gera eitthvað, fara í eitthvað þægilegt, hafa fallegt á rúminu og þú veist allt þetta. Mér finnst ég þurfa að setja inn þarna eitthvað sem að mentar mig spirituált. Sérst, eitthvað að, þú veist bara, eins og einu sinni heyrði ég að í Póllandi var það þannig, fólk fór að sofa 8, 9 leyti bara þegar myrkri fjall, en vaknaði svo aftur upp á miðnætti af því á nóttunni eða á kvöldin þá opnast eins og svona draumatími. Og þá vaknaði fólk og fekk sér smá snarl og talaði heimspeki, trúmál, allt þetta sem hafði ekkert að gera með að lifa af daginn. Sko ég vildi óska að þetta pólska samfélagi í Íslandi gæti haft vit fyrir stjórnmálamönnum, sko. Það náttúrulega þannig að sko sólarhringurinn á að vera fjórskiptur. Við eigum að vaka vinna 2 og
sofa og hvílast tvisvar. Já. Skilur, það er bara innbyltingin sem heimtar það Já, ég veit það. skilur, og ég meina bændur á Allt þetta fólk sem að vakna klukkan 2-3 á nóttunni, bara ég sofi ekki, vakna alltaf 2-3, ef þau bara myndi þá bara vakna klukkan 2-3 og þá býðum þeim eitthvað skemmtilegt og þau lesa eitthvað svona, næra andan og fara svo aftur að sofa. En þá þurftu að fá að mæta seinna í vinnuna eða hvernig sem það eða fara, Já, ég meina Spánverjar hafa allir ekkert gefið þetta eftir með síðustuna og þú veist, það eru auðvitað út af hitunum í því landi, en ég meina, þú veist, vakna snemma, vinna til hádegis og eiga svo frí til 4-5, skilurðu, og vinna svo kannski frá 5 til 9 kvöldið og eiga svo 10 til 2 með fjölskyldunni. Skilur, þau fara seint út að borða og borða seint. Skilur, ég var alveg til í þetta, en ég minna á Íslandi var þetta líka svona, ég meina bændur, þeir, þú veist, voru úti, komu heim, hlustuðu á frétturnar og lögðu sig, tóku hádegisblundin og svona leiðar að þessu. En mér fannst magna eins og að nóti að vakna korter í 4, fara niður, hugleiða í 45 mínútur og þessu, af hverju klukkan 4? Af því að þegar þú gerir eitthvað klukkan 4 á nóttunni þá er ekkert sem býður þín. Þú getur ekki hringt í símtal, það er eða þú veist, það var heldur fyrir 100 árum voru náttúrulega ekki símar, þetta er eitthvað miklu eldra ritúal, en það er eitthvað með að það er ekkert sem býður þín miðjanótt. Og þau eru náttúrulega fann að sofa þá klukkan 8 eða 9, þú ert alveg komið góðan svefn klukkan korter í 4, sko. Eða þú sofnar bara þegar, með sólinni, sofnar með sólinni. Já, sko, já, ég elska nætur, ég elska að vera vakandi ein á nóttunni og út af þessu þegar þú segir með þennan draumatíma, það verður til tími og kannski er þetta líka svona, þú veist, þegar maður er búin að margra barna móðir og mikið að vinna og eitthvað svona, þá er þetta kannski einu stundirna sem maður hefur alveg út af fyrir sig, sko. En þú veist, ég hef kannski ekki alltaf áttað mig á því að ég get náttúrulega ekki vakað á nóttunni og unnið á daginn og sofið bara ekki, en ég er orðin skárri með þetta í seinni tíð, ég fann að sofa miklu betur þegar ég gerði sem ung manneskja. Ég svaf náttúrulega bara eiginlega ekkert. Þú svafst ekki, þú svafst bara 4 tíma á nóttu þegar við vorum ungar. Já, og ég bara... Ég skildi það ekki. Ég operaði þannig í marga áratugi, þess vegna er ég náttúrulega, þú veist, í þessari klessu sem ég er í núna, Dorðin. Heldurðu það í alvöru? Já, Heldurðu það hafi tekið af þér? Að sjálfsögðu er það gert það. Ég meina, svefnin er það sem skiptir mestu máli við alla líðan. Skilur, það er náttúrulega þetta sem að reyna að innprentin í unglingana sína, þú veist, eiga erfitt með að vakna á mótnana, sko, já, hversu oft þarf maður að segja, já, þú þarf bara að sofna fyrr. En að sofna klukkan 5 og vakna svo bara klukkan 11 og fara svo að sofa aftur klukkan 3. Á daginn? Nei, ég er svo, að því að þú veist, það kom allir heim úr vinnunni og langar að fara að sofa. Ég veit það. Sérstaklega eins og veturna núna, þá finnur maður að sko, þú veist, þegar var orðið myrkur 4:30 eins og núna bara í desember eða eitthvað, þá langaði mann bara... Ekki það maður að borða, því ég heldur sem að borða allt og marga máltíðir. Við erum náttúrulega að því. Já. Við erum að sko, og... Spáði það, ef við kemum bara alltaf heim úr vinnunni og færum bara að sofa. Já, eða bara öll fjölskyldan saman í stofunni og bara fólk mætti sofna á gólfinu og hvíla sig. Svo vaknum við aftur klukkan 11 og gerum eitthvað svona spirituált, eitthvað sem nærir andan. Lesa saman, spila saman. Hvort ætlar þú eða ég að byrja á því að stinga upp á þessu við fjölskylduna þína? Ég ætla að stinga upp á þessu við Nikku. Nei, við getum þetta ekki fyrir börnunum flutta heimann, ég er alveg sammála þér. Börnin eru aldrei að fara með okkur inn í þetta. Leikarði, það mæti náttúrulega enginn í leikhús, af því að þetta er leikhústíminn. Fólk ásett alltaf að vera sofandi meðan þegar það fer í leikhús. Þess að sofnar fólk kannski líka svona í leikhúsi. Einmitt, hvað kalla, sko, ég heyri unga foreldra tala úlfatíman. Já. Þessi tími milli 5 og 7, 8 þegar, þú veist, múlingan og allt þetta. Þú veist, þetta eiga að vera gæðastundir, en sko, börnin eru örþreytt, foreldrarnir eru örþreyttir. Já. Vera að berjast við að halda þeim vakandi svo þau sofni klukkan 8 í staðinn bara að sofna. Ég meina, hversu quality time er þetta? Þetta er ekkert quality time. Hvaða bók ertu með? Ég var að panta mér bakættuna. Býtu, hvar ertu? Ég er í Icelandair-vélinni. Hún að panta mér bakættuna. Það er að fara að hita hana hjá mér, tekur smá stund. Í dag er allt fullkomið. Icelandair. Þetta er sem sagt ferðasöngbókin 2. Heyrðu, þetta er algjört djók. Veistu hvað bók ég kom með? Nei. Stóra söngbókin. Þú ert að djóka.
erum við báðar með söngbók? Við erum í syngi. Heyrðu, ég fó bara í gegnum skápuna og þetta var eina sem ég langaði að taka mig í dag. Veistu það, þegar var svona vor og gott veður og þá hugsaði ég svona, hvað væri gaman? Söngbók. Heyrðu, ég kom líka með söngbók, sagði já, ef hún með leðilega bók, þá tekið þín bók fær að bíða því að ferðasöngbókin 2. Já. Þetta er hérna vasabrot. Já. Ofsalega skemmtilegt, Á kallað ljúku þættinum og á einu lagi. Vasabrot. Já, og vasabrot. þetta er önnur útgáfa aukin og endurbætt og hún kemur út hjá prentsmiðju Jóns Helgasonar, Reykjavík 1964 og hér á saurblaði stendur Þorsteinn Þorsteinsson. Pabbi hefur átt þessa bók, pabbi átti gríðarlegt safn söngbóka. Er það? Já. Og ég á svo mikið af söngbókum og mér datt í hug, Dóra, ég ætla að stinga þessari hugmynd hérna inn í þáttinn. Já. Því ég fekk hana áðan þegar ég fann þessa söngbók. Þá sagði, mig langar til þess að leigja sal með þér, Dóra. Já. Og við höfum hérna píanista. Já. Og svo syngjum við alla söngbókina með fólki sem vil koma og syngja með okkur. Já. Ertu til í þetta? Já, ég er til í það. Getum við gert í febrúar? Nei, ekki í febrúar, af því ég er of margt að vinna í febrúar. Þetta var eitt kvöld. Já, ég er, sjáðu, Steina. Ok, ég skal ekki pressa. Nei, ég þarf að vera meira hjá mér í febrúar. Já, ok. Ég er með nóga vinnu í febrúar. Ok. Hvað gerir þetta í mars? Ég ætla að lesa fyrir þig eitthvað, hérna, eitthvað ættjarða. Þetta byrjar semst á ættjarðaljóðum. Ég ætla að lesa fyrir þig ættjarðaljóð eða þá viltu að ég fara inn í vorljóð? Ættjarðaljóð. Ættjarðaljóð, ok. Ó Guð vors lands, ó land vors Guð, vér lofum þitt heilaga nafn. Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans, þínir herskarar, tímanna safn. Fyrir þér er einn dagur sem 1000 ár og 1000 ár dagur ei meir. Eitt eilíðar smáblóm með titrandi tár sem tilbyður Guð sinn og deyr. Ó Guð, vér föllum fram og fórnum þér brennandi sál. Guð faðir vor drottin frá kyni til kyns og vér kvökum vort helgasta mál. Vér kvökum og þökkum í 1000 ár því þú ert vort einasta skjól. Vér kvökum og þökkum með titrandi tár því þú tilbjóst vort forlaga hjól. Ísland 1000 ár, Íslands 1000 ár. Voru morgunsins húmgöldu hrynjandi tár sem hitna við skínandi sól. Ó Guð vors lands, ó lands vors Guð, vér lifum sem blaktandi strá, vér deyjum ef þú ert ei ljós það og líf, sem lyftir oss duftinu frá. Ó vert þú hvern morgun vort ljúfasta líf, vor leiðtogi í dagana þraut, og kvöldin vor himneska hvíld og vor hlíf, og vor hertogi á þjóðlífsins braut. Íslands 1000 ár, Íslands 1000 ár, verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár sem þroskast á Guðs ríkis braut. Ísland 1000 ár, Ísland 1000 ár, eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár sem tilbyður Guð sinn og deyr. Heyrðu, veistu, en ég vil fá að halda áfram með þessa bók seinna. Já. Svo mikið af góðum ljóðum í henni. Vá, Þetta var Matthías Jochumsen já, sem orti lagið. He himself. Heyrðu, þetta var rosalega þáttur hjá okkur. Hann var bara skemmtilegur, Já. held ég. En sko, vitið það, mér langar svo að fólk skrifa okkur ef þeim finnst leiðilegt.
Já, láta okkur látið vita. vita svona í kommentakerfum og Já, svona. já, Af því að við erum nú báðar með Facebook-síðu þar sem við erum auglýsandi og svo erum við líka með Facebook-síðuna á ég hendinni. Við þurfum að vera duglegri þar. En það er nú ekkert á henni. Ég reyndi mér þess að finna hana og ég fann hana ekki. Já, ég faldi hana fyrir. Nei, djók, hún er þarna, það er bara, já, við þurfum að vera duglegri með það. Og mér langar að heyra í fólki líka. Já. Og svo verður margt ógeðslega skemmtilegt sem við ætlum að vera með á prjónunum í þáttunum við vetur og vor og takk fyrir í dag. Takk í dag. Ísland þúsund ár, Ísland þúsund